langt liðið á júnímánuð og það veisla í uppsiglingu. Heilu selabyggðirnar bíða eftir komu laxins á mótum sjávar og ferskvatns við hópið í Austur-Húnavatnssýslu. Þeir laxar sem eiga afturkvæmt til æskustöðvana úr óravíðáttum undirdjúpana mæta nú hættulegum rándýrum. Selurinn grimmur og leið öflugt veiðidýr. En ofar bíður maðurinn, rándýr sem ekki einasta veiði sér til matar, heldur líka sér til skemmtunar. Selirnir skipta tugum ef ekki hundruðum og það engu líkara en að þeir fylli Húnafjörðinn inn af Húnaflóa. Þessir tígrar hafsins eiga það til að kasta laxi sem þeir hafa fangað með kjaftinum í loft upp og sporðræna honum nánast í einum bita. Þó að skörð séu höggvin í göngurnar laxinn fimur og sterkur og flestir finna æskustöðvar sínar í Víðidalsá og Fitjá á nýjan leik. Nýtt holl að taka við í Víðidalsá. Veiðimenn búnir að koma sér fyrir í veiðihúsinu Tjarnarbrekku. Við erum 4 spil hérna, ás, tvistur, þristur og fjarki og þau gilda við samsvarandi veiðisvæði. Heimir Barðarsson leiðsögumaður í Vatnsdalsá og Víðidal býður veiðimönnum að draga veiðisvæði. Svæðin 4 og 2 stangir á hverju. Gjörðu svo vel. Það best. Það skiptir ekki öllu máli á hvaða svæði menn lenda, en allir hafa þó skoðun á hvaða svæði sé best. Sama. Ég veit í fjarkan. Þá ég í fiski. Það lítur út fyrir að Heimir hafi haft rétt fyrir sér. Í það minnsta Heimir og Pálmi Matthíasson hér að renna á líklegan fisk í Snaghylj, efsta veiðistað í Víðidalsá. Þessi fiskur feigur. Þetta tökufiskur, en það má sjá á því að hann liggur í rennu við landið á grunnu vatni en ekki á hefðbundnum legustað ofar og dýpra í hylnum. Það skiptir höfuðmáli að sakka rétt og leggja maðkinn varlega fyrir fiskinn. Pálmi sér ekki laxinn þar sem hann stendur og hann verður því alfarið að reiða sig á leiðbeiningar frá leiðsögumanninum. Laxinn hrifsar í maðkinn, en þetta ekki ákveðin taka. Það kemur stigð að fiskinum, hann færir sig neðar og þessi úr leik. Nú þörf á nýrri hernaðaráætlun. Þeir vita af fiski við landið fjær. Nú á að skipta alveg aðferð. Silfraður Tóbi verður fyrir valinu. Þessi lax lék hættulegan leik og komst upp með það í þetta skipti. Þetta mikil vonbrigði. Þarna voru fiskar sem töldust mjög líklegir, en það vantaði herslumuninn. Víðidalsá, eins og raunar allar laxveiðiár, vistkerfi út af fyrir sig. Seiði laxins 3 til 5 ár á æskustöðvunum, í ánni og ganga því næst til sjávar. Ýmist eftir 1 eða 2 ár í sjó snýr laxinn aftur til að hlýða kalli náttúrunnar. Seiðabúskapur í Víðidalsá mjög góður, en afföllin gríðarleg áður en seiðin komast á legg. Fugl, minkur, selur, fiskar og flóð taka sinn toll og aðeins brot af þeim seiðum sem lögðu af stað ná að loka hringnum með hrygningu. Ingimundur hinn gamli Þorsteinsson gaf dalnum nafn. Sá dalur mjög víði vaxinn, köllum hann Víðidal, mælti hann við sveina sína fyrst þegar hann sá dalinn.
Víðidalsá og Fitjá eiga upptök sín á Stórasandi og eru báðar dragár af víðlendum og flötum heiðum. Víðidalsá fellur í hópið en nokkru norðar eiga Vatnsdalsá og Laxá á Ásum ósa. Ofarlega við Fitjá reyndasti leiðsögumaður í Víðidalsá að fara með veiðimann að Hil þar sem nokkuð hefur sést af laxi síðustu daga. Þetta skammt neðan Steinbogans svokallaða og það Lúther Einarsson sem hér segir Helgu Guðrúnu Jónsson til. Það liggur yfirleitt hérna við klettar nefið og niður undan því. Og við byrjum á því að kasta hérna út í grjótin hinum megin og láta það berast hérna niður með strömmum. Við getum ekki farið hérna fram á klettinu mikið áður en að við setjum í hann út af því að þá stykkjum við hann. Já, hún svolítið tær núna. Við verðum bara að vona það besta. Það þyrfti að vera gára á þessu, það veitir manni svona smá öryggi. Það ansi myndalegur þessi. Það kemst. Hann nokkuð drjúgur, já. En þeir eru nú yfirleitt tregari. Þessi stærri. Þetta eru fallegi tökkunarfiskar. Er þetta gjöfull hylur? Nei. Þetta meira hittingur. Þetta svona að stoppar smá stund á leiðinni fram. Og við getum orðað þannig að það eiginlega sko vatnsmagnið, það lágt núna með glær ávið þannig að hann ferðast ekki mikið. Þetta lítur vel út. Það fiskur. Við ekki að prófa að renna á þetta. Já, kasta út í strömmröndina. Já. Draga örlítið inn í strömmun. Þetta best rólega fyrir. Beint á hausan á þeim. Nei, þetta færa sig bara undan. Hafði ekki mikið meiri lín úti, þannig að við getum aðeins temprað. Svona, já. Sko, það verður bara einn alsíða sprenging. Kýst aðeins í það, það fast á steininu þannig. Svona. Ekki upp í? Nei, býtu. Þau verðum aðeins mjög séns. Nei, hann fastur. Fyrir nokkrum árum voru það nánast eingöngu útlendingar sem réðu sér leiðsögumenn. Í dag þetta breytast. Sífellt fleiri Íslendingar ráða sér leiðsögumann eða guide þegar farið í fyrsta skipti í dýra laxveiðá. Það sparast mikill tími og eins og hér verður árangurinn oft meiri. Það blasa. Þetta smáfiskur. Þeir voru vissulega mun stærri í hylnum en eins og svo oft áður var það sá ungi og óreyndi sem lét glepjast. Þetta ekta fitjafiskur, langur og mjór. Fyrir Helgu Guðrúnu þetta ný reynsla.
Já, þetta kannski eins og elda mat með að hafa okkur ráðskonlega hliðina sér. Hún segir sko brjóstu 2 egg og setti í þessa skál og færi því svo. Það er náttúrulega, það munar miklu að hafa gæt. Hann segir manni alveg því. En sástu þar að koma á orminn? Nei, ég sá hann eitthvað ekki þegar hann tók. En það er mjög gott að sjá ofan í hýlinn hérna á hann. Hún er þannig á henni og hún er svo tær. Ég hef aldrei séð fyrst grein eins og þarna á hann. Lúther hefur verið leiðsögumaður við Víðidalsá í 9 ár og á þeim tíma kynnst mörgum stangaveiðimanninum. Hann er svona kannski svipaður öðrum gætum sem maður hefur kynnst. Maður ber mikla virðingu fyrir honum. Hann þekkir þessa á ábyggilega betur en flestir sem hingað koma, búin að veiða hérna og kenna öðrum að veiða í þessari á í 10 ár. Já, ég spurði hann reyndar að því hvort það færi aldrei í taugarnar á hann þegar hann væri með svona algjöra viðvaninga eða skoðst óvant fólk. Það langaði ekki oft bara til að grípa stöngina og gera þetta almennilega. Hann sagði, nei, yfirleitt ekki, nema hann væri alveg viss að laxinn myndi taka og viðkomandi væri það klaufskur hann myndi klúðra því. En að öðru leyti þá er hann óeigingjarn, sem að ég hugsa að sé mikill kostur við gæta og virkilega góður leiðsögumaður. Hann segir manni vel til og ég fengi meiri kennslu í dag heldur en oftast áður. Lúther segir fólki til og hikar ekki við að breyta því sem hann telur að betur megi fara. Hann gætir þess þó umfram allt að vera ekki uppáþrengjandi og standa ekki yfir veiðimanninum lengur en nauðsynlegt er. Hvort sem það er leiðbeiningum Lúthers að þakka eða ekki, líður ekki á löngu áður en Helga fær töku á fluguna á Laufásbreiðu. Þetta er bleikja. Gríðarvæn sjógengin bleikja er í Víðidalsá og hafa veiðst allt að 7 punda bleikjur í ánni. Þessi fiskur er oftast vel þeginn þegar laxinn er tregur. Hér er ekki viðhöfð nein vettlingatök. Helga Guðrún var búin að sjá að svarta fransestúpan sat kyrfilega í fiskinum og þessi bleikja verður ekki eldri. Þetta er í fyrsta skipti sem Helga Guðrún veiðir í Víðidalnum og með aðstoð leiðsögumannsins hefur hún fengið Víðidalsá beint í æð. Það er mjög fallegt hérna. Komur á óvart hversu fjölbreyttir veiðistæðarnir eru. Að vísu ekki búin að sjá mjög marga en ég get ekki hugsa mér að koma hingað aftur. Þegar vinnudeginu lýkur hjá Lúther tekur áhugamáli við. Hann er með ólæknandi veiðidellu. Sem unglingur dvaldi hann heilu sumrin við Þingvallavatn. Til dæmis 1978 þá veiddi hann í 62 daga í vatninu og veiddi á þeim tíma tæplega 1600 bleikjur. Ég átti nú ekki bíl þá þannig að pabbi keyrði mig á föstudagskvöldum og náði í mig á sunnudagskvöldum. Það var nú prógramið og svo lá ég bara í tjaldinu yfir helgina. Það skipti engu máli. Það var best eða það var rok og rigning. Veiðist best í rok og rigningu. Nú er öldin önnur og stærstan hluta sumars er Lúther að aðstoða aðra veiðimenn. Ég er ekki að veiða, ég er að horfa á aðra veiða. Það er annað kapitúli heldur en að vera að veiða sjálfur. Það eiginlega kalla fram í manni hungrið að horfa kannski í 2 mánuði á menn draga fiska og fá svo loksins að gera það sjálfur. Þá er maður virkilega orðinn hungraður.
Lúther veit sem að Dalsárós í Víðidal einn frægasti stórlaxastaður á Íslandi. Hann gefur sér tíma til að yfirfæra allt gaumgæfilega. Taumurinn 11 punda, þetta smá einkrækja og gárunhnúturinn þar ofan á. Hann ætlar að nota portlandsbragðið. Þegar líður á sumarið Dalsárós í miklu uppáhaldi hjá Lúther. Það þetta óvænta þegar þú kastar í Dalsárós. Þú getur fengið pundsbleikju, 7 punda bleikju, þú getur fengið 5 punda lax, hann getur verið 30 pund. Allt þetta getur þú fengið á einni tökku. Og það þetta sem að þessi á finnst mér hún hefur það fram yfir aðrar, það þessi stórfiskar, það svo auðvelt að eiga við þá. Lúther hefur landað 12 fiskum sem eru 20 pund eða meira og þeir eru ekki margir veiðimennirnir sem státa af slíkum fjölda stórlaxa. Ég tel mig hafa verið mjög heppinn. Að vísu ég búinn að vera það lengi við ána að hún kemur mér nú ekkert svona virkilega óvart. Heppnin hún svo stór partur í veiðiskap. Færnin og vita hlutina, það vegur ekki eins þungt. Heppnin og tötsið, veiðitötsið, það verður að vera leið. Þessi fyrstu augnablik eftir tökuna eru spennandi því þetta annálaður stórfiskastaður. Hér fær ímyndunaraflið lausan tauminn. Lúther tekur strax fast á þessum fiski og freistar þess að ná honum á grynnra vatn. Það erfitt, þetta pínulítil einkrækja. Fiskurinn eins og klettur út í miðjum hylnum og Lúther hreyfir hann ekki. En skyndilega fer hann af stað og þá í áttina að Lúther. Nú þarf snör handtök því slaki á línuna getur þýtt að orrustan tapist. Þetta ekki í fyrsta skipti sem Lúther þreytir fisk í Dalsárósi og hann hefur séð þetta allt áður. Fiskurinn róast og þá upphefst mikið reiptog. Ertu búinn að sjá hann vel? Já, svona nokkuð. Og? 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 Hvað þetta? Ég myndi kannski reyna að ljúga hann í 17. Ég ekki alveg búinn að sjá vömbin á hann, hún getur verið svolítið síð. Lengdin svona 17 pundari. Hann nýr? Er hann nýr? Nýrfiskur? Þetta grútlegið.
Þessi fiskur er stærri en 17 pund. Nú er liðinn rúmlega hálftími og Lúther hefur allan tíman tekið fast á þessum laxi. Hann hefur aldrei fengið tíma til að safna kröftum. Þetta er engin smá skepna. Nú ríður á að gera hlutina rétt. Lúther ætlar sér að stranda fiskinum og sporttaka hann. Með svona stóran fisk má ekkert klikka. Það dregur að endalokum í þessari viðureign og þessi tignalegi hængur kennir grunnsins í fyrsta skipti. Hér þarf að fara mjög varlega. Fjölmargar sögur, sannar og lognar, eru til stórfiska sem sluppu í löndun. Þetta eru fjörbrotin. Tröllslegur hængurinn reynir enn einu sinni að komast aftur í dimmt og þögult öryggið í faðmi Víðidalsár. En hann er senn þrotinn kröftum. Það er ekki margir veiðimenn sem upplifa baráttu við svona stóran lax. Og þeir eru enn færri sem landa slíkum skepnum. Lúther Einarsson er kallaður Lúlli kóngur í Víðidalnum. Reynsla hans og yfirvegun hafa gert hann að ókryngdum konungi veiðimanna í dalnum. Þegar hann náður hún úr blóðinu, maður fá fallegt reykingakjöt. Ef maður lætur hann bara liggja, þá koma blettir. En ertu ekki að fórna hálfu pundi? Það skiptir engu máli. Hann er nógu þungur. Hvað tók skepnan? Hvað? Hún tók Blue Charm. Einkræki þetta er númer 8. Þetta er ekta Víðidalsárlax. Svakalega stuttur og sver. Og þetta er, þið sjáið hérna sporðin og veiðaugan, þetta liggur við að falli saman í eitt. Fitjafiskurinn, hann er með mikið lengri syrtlu. Þetta er veiðauginn á þessum, hann er svona hálfmáltíð fyrir fullorðinn. Hefur þú tekið svona stóran áður? Já, 23,6 pund er meðfiskurinn minn. Þessi nerti ekki. En hann er mjög nálægt í. Hann er ansi fallinn þessi fiskur. Þetta er ekki orðið neitt hérna. Já, kóngurinn veit sínu viti. Þessi stórlax vó 23 pund blóðgaður. Ég enda yfirleitt mitt veiðu ár hérna í Víðidalnum og ég er aldrei hungraðri heldur en það.
Þessi grútleikni 23 punda hængur er einn af þeim allra stærstu sem veiddust á flugu á Íslandi sumarið 1993. Góður morgun? Já, þetta var góður morgun. Að lenda í svona stórfiski. Það er bara eiginlega fullkomnun í veiðibráðanum. En einu sinni hefur kóngurinn sannað sig og þeir eru fáir veiðimennirnir sem veiðigyðjan hefur slíka velþóknun á.